Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling. Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 8. maí. Það alltaf verið vitlaust í pólitíkinni, enda rétt rúm vika í kosningar. Við ætlum að fjalla það hér á eftir með góðum gestum sem reyndar innanhúsfólk hér á Morgunblaðinu, Andrés Magnússon og Andrea Sigurðardóttir. Þau þekkja þessi mál í þaula og þau ætla að fjalla fréttir vikunar vítt og breytt leið. Mér langar að nefna við ykkur hér í upphafi að við heldum áhugaverðan viðburð í gær á vinnustofu Kjarvals þar sem Dr. Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor emeritus, fjallaði John Stuart Mill og bók hans Frelsið. Hannes nokkuð gagnrýninn á kenningar Mills en það kom ekki að sök. Fundurinn var afar vel sóttur, troðið út úr dyrum. Nú, í þessu mánuði ætlum við hins vegar að taka fyrir bók úr allt annar átt og mun nýrri. Hún nefnist Stundmilli stríða, saga landhelgismálsins 1961-71 eftir Guðna T. Jóhannesson, fyrrum forseti Íslands. Ég ætla að setjast niður með Guðna síðan í lok mánaðar og félagar í bókaklúbbnum munu fá nánari fréttir það þegar líður á mánuðinn. Áður en ég ræði við Andrés og Andreu pólitíkina, þá fáið þið yfirlit frá henni Ásthildi Hannesdóttur það hvernig pólitíkin blasir við okkur á samfélagsmiðlum. Sjáið þetta. Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Forsala hafin. Askja. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu þér möguleikana á limtrevírnet.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum allt land. Polsen.is. Þegar 3/4 af dreyknuðinum blandaðu þá með því besta. Tívertrý. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Góðan og gullfallegan daginn! Full vinnuvika loksins að líða undir lok. Í alvöru sko, hvers eiga atvinnurekendur að gjalda fyrir alla þessa blessuðu rauðu daga margoft í mánuði? Hver í ósköpunum bað öll þessi frí? Í alvöru, þetta gerir það bara verkum að maður þarf að vinna eins og óður hamstur fram eftir öllu deginum fyrir frídag og svo öll þessi blessuðu börn sem ég veit bara ekki einu sinni hverjum datt nú í huga að eignast. Maður neyðist auðvitað til að klæða sig í einhvern svona uppistandaragír og sjá þeim fyrir hverskins afþreyingu í öllum þessum fríum. Í alvöru, ég vona bara að þessu fari nú að linna, sko. Í alvöru, það hefur enginn gott að því að fá svona marga frídaga í miðri viku. Ég skal kjósa þann flokk sem mun afnema alla þessa lögbundnu frídaga og bara uppfæra dagatali fyrir alla vinnualka landsins. Yes, og takk. Það voru allir og ættin þeirra í Vestmannaeyjum í vikunni. Alveg það nú merkilegt svona miðað við allt samgöngubrasið þar á bæ, Kannski fínn megrunarkúr að fara svona endrum og eins í gubbólf? Nei, ég segi nú bara svona. Ísdrottningin, hún tók nú bara flugið yfir, sko. Hún þarf líka ekkert að grennast. Svo flaug hún líka á Ísafjörð og tók hús á raunhagkerfinu þar. Það var bara algjört stuð á drollunni, sko. Halla Hrund lét sig ekki vanta í lundarhlaupið í Eyjum síðustu helgi, fór sko heila 20 kílómetra sko. Litla hlaupa drottningin. Hún leynir á sér í alvöru, hún alveg geggjuð. Simmi Dabbi skellti sér líka til Vestmannaeyja en þar var golfmót Miðflokksins haldið á fallegasta golfvelli í Evrópu. Það bara kalt mat sko. Sjáu þið þessa glæsilegu hægri sveiflu hjá kallinum? Djöfull framtíðin björt,
Bryndís Haralds fór sjóleiðina til Vestmannaeyja með Breiðafjarðarferjunni Baldri. Ég meina, já, ok, hann var eitthvað að leysa Herjólf af og ég nenni ekki að tala um þetta. En hún tók líka þátt í lundarhlaupinu fræga. Ekkert smá vel gert hjá Bryndísi. Hún náttúrulega algjört dugnaðargaffall, það vitum við nú öll. Hanna Kata tók púls á íbúum í Norðausturkjördæmi á dögunum með Ingvar Þórodds skröltandi í eftirdragi. Elsku drengurinn, hann skakklappast þetta enn. Greyið litla. En þau fengu allavega blíðskaparveður á Egilsstöðum, þannig að þetta var allt vel þess virði, held ég. Algjör paradís, sko. Kristrún Frosta kíkti loksins í klippingu og lét aðeins skvera sig til. En það var ekki hægt að vera með hennan hjálm sem hún var komið með á hausinn. Nei, djók, alveg alltaf flóðleg, sko. En svo hélt Kristrún upp í svona baráttusamsöng í tilefni af verkalýðsdeginum áður en hún lagði upp í hringferð í rauðu fínu samfylkingarúlpunni sinni, alveg bara drekklaðin einhverjum rósabúndum í báðum höndum. Í alvöru, þetta nú bara orðin eins og einhver góð bachelorette sápa á sjónvarpi Símans. Sjálfur kóngurinn hefur aðeins verið að breyta taktík og í stað þess að taka sjálfur hann farin að henda svolítið í svona sjálfu myndbönd. Svona eins og Inga Sæland og allir áhrifavaldandi gera. Tala svona einhvern veginn í frontkameruna til að ná til þeirra sem eru bara að doomskrolla dagurinn löng. En ég meina, já, hann heldur samt alveg sjálfurkóngstitlinum, sko. Inga okkar Sæland var í spariskapinu á dögunum og fagnaði 10 ára afmæli Flokks fólksins. 10 ára! Nú á hann bara 100 ár í Framsóknarflokkinn. Nei, þetta var bara mjög mikill gleðidagur fyrir forynju Flokks fólksins og hennar skósveina auðvitað. Við sendum bara hamingju-kvæður og knús og allt liðið. Snúli Másson átti líka afmæli á dögunum og Jón litli Snúllason, sko. Þeir feðgar áttu samt ekki sama afmælisdag, heldur Snúli Másson verkalýðsbarn, fæddur 1. maí, en Jón átti afmæli nokkrum dögum áður. Í alvöru, farið bara og búið til fleiri börn, kæru Íslendingar, áður en við deyjum út. Viljið það nokkuð það? Nei, ég hélt ekki, en sjáu þessa krúttfeðga. Nú klingir alveg örugglega í einhverjum eggjastokkum. Rósa Guðbjarts fagnaði 9 fánalögum í vikunni en nú má nefnilega flagga íslenska fánanum allan sólarhringinn. Woohoo! Thank God! Og af þessu tilefni ákvað Ása Berglind, samfóskvísa, fjárfesta í alvöru fánastöng við kotið sitt. Alveg geðveikt. Í alvöru, það mætti bara alda hún var í íhaldsmaður eða eitthvað. Guðlaugur Þór hefur lagt það í vana sinn að leggja inn í Karmabankan endrum og sinnum en hann fer reglulega í blóðbankan til þess að gefa blóð og það gerði hann einmitt á dögunum. Það verður náttúrulega bara ekki annað sagt en hann sé algjört gæða blóð þessi maður. Ég segi bara takk fyrir þig, elsku Gulli. Heyrðu, já, svo fór Daði í göngutúr upp í Paradísadal með loðbarnið sitt litla, hann Krumma, sem að kannski hefði bara átt að heita Graði. Er það annars ekki svolítið gott hundanafn? Hei, Graði, kottu þetta, kottu, sestu, sestu, Graði. Ég held það. Þeir feðgar eiga greinilega alveg fullt sameiginlegt. En góða helgi og njótið í drasl, voff, voff. Þá eru þau komin hingað til mín, Andrés Magnússon, fulltrúi ritstjóri á Morgunblaðinu og Andrea Sigurðardóttir, blaðamaður á sama blaði, kollega mínir hér á Morgunblaðinu. Við ætla að ræða við mig pólitíkina og það sem ber hæst í fréttum vikunar. Komið sæl. Heilu sæl. Það eru 8 dagar núna til sveitarstjórnarkosninga. Þetta er orðið örstutt, lokaspretturinn. Já, það er bara að nötra mér efrivörun. Meira en venjulega. Meira en venjulega, sko. Jú, þetta er að bresta á og maður hefur alveg fundið það og ég meina þú þekkir það nú sjálfur búin að vera að fara út land og við höfum verið með fundi sömuleiðis að spennan er alveg að ná hámarki og ég held að flest svona framboð séu búin að ekki bara gera grein fyrir sínum málum, að plaffa niður það sem að frá andstæðingunum kemur og það dregur fram hið markverðasta á hverjum stað og ég hef ekki orðið var við annað en að kjósendur séu bara vel með að nótuna. Því stundum haldið fram að sveitarstjórnarkosningar sé ekki spennandi, þetta sé ekki spennandi pólitík því að það sé allir sammála, auðvitað eru menn sammála margar breiðar línur í þessu en alls ekki öll mál. Andrea, þið Sólrún Ylja Ragnarsdóttir hafa verið að taka púlsinn á oddvitum í nokkrum stórum sveitarfélögum hérna í kringum höfuðborgarsvæðið. Hvernig svona upplifir þú þetta? Já, það eru alltaf vissar átakalínur, þær eru mjög gjarnan við fjármálin.
þau sveitafélög sem við vorum að ræða, þeir oddvitar sveitafélög sem við höfum verið að ræða við eru mjög gjarnan í sveitafélögum sem hafa verið í miklum vexti og því fylgja oft vaxtarverkir og það tekist á. Það tekist á atvinnumálin, skipulagsmálin. Þetta allt, hvað maður segja, þetta aldrei svona fyrirsjáanlegar átakalínur helst og í borginni kannski sérstaklega. Ég var að hugsa það daginn af hverju það væri svona einhvern veginn í borginni. Mér finnst svona málefna umræðan vera dálítið bara nákvæmlega sama og var fyrir 4 árum og nákvæmlega sama og var fyrir 4 árum fyrir það. Kannski bara þegar það var ekki breyst, ég veit það ekki. En já, það er svona mín sýn á þetta. Ég held að spennan hjá mér mun ná hámarki þegar við sjáum hvað kemur upp úr kössunum og sjá hvernig þetta raðast svo allt saman í kjölfari. Þar er ég. Það á laugardagskvöldi 16. maí. En Andrés, við höfum verið með þessa borgarafundi út á landi í fjórðungunum. Er þetta ein stór innansveitakrónika eða er þetta umræða og samtal sem á erindi við allan almenning? Ég spyr kannski ekki síst út af stóra sundlugarmálinu á Akureyri sem við upplifum svo skemmtilega miðvikudaginn. Auðvitað eru summál sem eru algjörlega bara lokuð inni á hverjum stað. En eins og nafna minn kemur inn á að viðfangsefnin eru oft hins sömu, fjármálinu augljóslega og skipulagsmál og allt þetta sem að þarf að vera fást við á hverjum stað. En maður sér það nú líka á mörgum af þessum stöðum að þetta snýst ekki bara málefni, þetta snýst líka mennina og í hvaða fólki kjósluð treysta til þess að gera hlutina. Það skiptir máli líka og eins og við þekkjum úr hinni pólitíkinni að þarna er oft generalpröfa fyrir það fólk sem að síðan kemur inn í landsmálin og svo við höfum bara sæk dæma Og það kannski sem að birtingamynd þessa sem að þú ert að lýsa er kannski svo að við sjáum að í mörgum sveitafélögum og meira segir Reykjavík að þá er fylgi flokkana innan sveitafélagana ekkert endilega í samræmi við það fylgi sem að mæla síðan á landsvísu þegar að kemur að landspólitíkinni. Förum aðeins inn á sveitafélögin, allavega nokkur þeirra hér rétt á eftir. Mér langar að spila smá samantekt úr því sem hefur gengið á hjá okkur í þessum samtölum við fólki vítt og breitt landið. Tími fyrir kosninga er tími loforna. En ég hins vegar alveg harður á því að ég vil fá að vita hvað í boði. Takk. Ég heiti Lovísa, er oddviti Viðreisnar á Akureyri og bréfdúan mín dó á leiðinni einhvers staðar. Það er eiga það til. En þetta snýst fólk líka. Það er eingöngu fólk. Já, þakka það fyrir. Loka liður. Kynna hann Sólveig. Nei, Sólveig heiti ég. Ég er búin að standa hérna of lengi. Kæru kjósendur í Grindavík. Við viljum leggja áherslu á stuðningu barnafjölskyldur, hlúa fólkinu sem byggði landið. Og ég vitna hér í skrifðin, ég er alls ekki hrifinn af káa. Ég hef oft pælt í þess að ég tel mig vera fullorðinn mann og ég á 3 börn, en þetta hatur á káa er eitthvað sem ég hef gaman að. Mér finnst það hluti af þessu öllu. Þetta er inngróið í okkur. Mín upplifun er svo að Þór hatar káa meira en káa hatar Þór. Er ekki erfitt að vera í pólitík á Akureyri og hata helminginn af bæjarfélaginu? Góð spurning. Þetta eru svona nokkur minnisverð augnablik en þau eru fjölmörg. Þetta er skemmtilegt samtal Algjörlega og ég tók eftir því að megninu til var þetta bara mjög vandræðalegt fyrir hann að framkvæmja minna. Ég segi það, við líður eins og akkur er ég með eitthvað mark á mér. Ég meina þú bara manst ekki hvað samstagsfólk þitt heitir? Manstu hvað ég heiti? Nei, ég man ekki eins og hvað ég heiti. Hvað margir butar? Nei, þetta er þetta svo sem ég ætla nú ekki að fara að kvenka mér yfir þessu en ég held að það sé ekki minna álag á fjölmiðlunum sem taka þetta alvarlega en frambjóðunum sjálfum. Nei, ég meina, hvað ert þú búin að aka mörg þúsund kilometra? 5.600 kilometra. Já, það sér það sko. Það stór sér á mér. Það stór sér á þér og bílnum. Það er ekki nema að vona maður fái smá heila blóðfallin á milli í þessu öllu saman. Þetta er ekki tekið út með sældinni að vera að fara á milli sveitafélaga og þó svo að máluminn séu sko sumhver svipuð. Þá er það ekki að hjálpa okkur sem hefum að vera að spyrja og hérna byrju var hitaveitan komið í lag hér eða var það í næstu sveit? Þetta verður flókið núna í síðustu vikunni þegar við erum síðan að fara inn í þessar oddvita kappræður hér á mbl.is á höfuðborgarsvæðinu. Þar er hann eftir að mætast stálnist inn og þar erum við svolítið að
spyrja ekki ósvipum mál og það nálægð kragans við höfuðborgina sjálfa og það allt sko. Ég meina, þetta kemur allt heim og saman og það líka, eins og við höfum nú séð bara á síðustu vikum að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur nú verið að blanda sér í sveitarstjórnarmálin með svona meiri krafti heldur en menn kannski að venjast yfirleitt. Tek fram að það ekkert af því, hún formaður síns flokks og þetta hjálpar hann til. Hún byrjaði að gera það í Kópavogi en svo færði hún sig yfir í Fjarðabyggð. Ég var fyrir austan og menn eru allt annað sáttir við það að hún sé að plaffa niður meirihlutann í Fjarðabyggð sem hefur verið að gera ákveðnar breytingar á leikskólamálum þar. Hún plaffar ekki niður meirihlutann í Reykjavík sem stendur sig svona ægilega vel í þeim efnum. Hún talar helst ekkert hann. Nei, og það bara eins og það og Samfylkingin Reykjavík reyndar í svona ákveðnum bara sko innri vandamálum en mér finnst fróðlegt að sjá hvernig Kristrún stilti sér upp sem sko ekki bara leiðtoga jafnamanna hérna á landsvísu heldur í einstökum sveitarfélögum tiltekin mál. Þar að segja að hún fór að ræða leikskólamálin sérstaklega eins og þetta þau væri afskaplega vel heppnu í Reykjavík sem að ég held að sé umdeilanlegt en aðalega til þess að gagnrýna Kópavogsmódelið svokallaða sem að má örugglega deilum en hérna það engin hryllingur á ferð sko en maður hefur svona velt vöngum í því hvort að hún sé í raun og veru að bara stilla Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóðar upp í vegg til þess að gera framtíða keppinauti í lífi leitt vegna þess að ég held að það blasir öllum að Ásdísi framtíðakona í stjórnmálum á landsvísu. Ég hjó eftir að hann frændi minn hérna notaði orðið umdeilanlegt hvort að leikskólamálin í Reykjavík var í góðu lagi. Mér langar bara að kalla eftir því getur nefnt eina manneskju sem hefur lýst yfir ánægju sinni með stöðu leikskólamála í Reykjavík. Nei, ég hef leitað lengi. Já, og leitin heldur áfram. Hér á Morgunblaðinu. Förum aðeins onni í einstaka slagið. Stóri slagurinn auðvitað höfuðborgin sem langstærsta sveitafélag landsins. Þar eru mjög skýrar átakalínur og hafa lengi verið innan flokkana meðal annars líka núna sem við erum að sjá koma upp á yfirborðið. Hvernig staðan í Reykjavík með kannanir og með það sem þið heyrið? Ég held að hún sé alveg afskaplega hvigg og við höfum séð sko hvernig Sjálfstæðisflokkurinn hann reisti sig mjög mikið fyrir nokkrum vikum svo lét hann aðeins undan síga þegar að meðal annars sko framboð Samfylkingarinnar kom fram kristallaðist eftir þann slag sem var í gangi sem var mjög blóðugur sko. en það eins og Pétur Martinsson hafi ekki alveg fundið sig í sínu hlutverki þannig að hann hefur ekki alveg verið að skila því sem ég held að margir hafi vænst svona allavega hans megin í lífinu en sömuleiðis að þá hefur þetta orðið held ég til þess að styrkja Hildi Björnsdóttur og Sjálfstæðismenn vegna þess að við höfum horft upp á núna að undanförnu að miðflokkurinn sem að sótti á Sjálfstæðisflokkinn hann hefur verið að gefa eftir Ari Edwald hefur ekki reynst vera alveg jafn samfærandi í öllum málum eins og menn væntu kannski en ég held að aðalmáli sín það að kjósendur í Reykjavík átta sig á því þetta slagorð Hildar strax að það á kannski við að það sé núna sem að menn þurfa að taka einhverjar ákvarðanir það hvort menn vilji skipta gír í Reykjavík það sé að halda áfram á þeirri braut sem að Samfylkingin markaði mér og minna áratnum saman eða hvort þeir að fara einhverja aðra leið og að þar sko mun Hildur njóta þess að hún getur svolítið sagt núna í síðustu vikunni sko ef þið kjósið mig ekki þá bara fer þetta eins og vannalega. En Andri segir að menn telji að Pétur hafi kannski ekki skilað því sem vænst var. Pétur hafði ekki hún eina móða. Þeir eru að skila hér bullandi tapi eins og nær alltaf leikskólamálin í klessu, gríðarlega óánægja víða út af þessum fyrirætlunum með breytingar á Suðurlandsbrautinni og þrengingar á gatnamótum. Ég held að hann sé í ansi snúinni stöðu vegna þess að hann kemur þarna inn og bara leið og hann hafði verið kjörinn oddviti þá fer hann í fjölmiðlaviðtöl og hann bara stendur þarna og boðar það að Samfylkingin ætla að verða breytingaaflið í borginni. Samfylkingin sem hefur verið við völd síðustu áratugi í borginni. Verði breytingaaflið á því sem að Samfylkingin hefur verið að gera. Ef hann hefði verið að mæta með nýjan og ferskan lista til leiks að þá væri það mögulega eitthvað sem hann gæti verið að kynna út á við með einhverjum trúveruleika. En þegar Heiða Björg Hilmisdóttir, núverandi borgarstjóri, í öðru sætinu og Skúli Helgason, í fjórða sætinu, þá hann bara með þennan farangur fortíðarinnar með sér á lista og þá getur hann illa
verið sá sem ætlar að standa þarna og selja það með einhverju trúverðum hætti gagnvart borgarbúum að hann sé að fara að breyta einhverju. Ég held líka vandinn fyrir Pétur svolítið sá að hann nýgræðingur í þessu. Þannig að hann hefur ekkert verið svona aktífur í pólitík þannig séð áður. Kemur þetta fram sem nýji maðurinn og hann segir ég ætla að kynna breytingar. Og breytingin það byrja ég. En þegar hann spurður einstök mál, að hann segir að við þurfum að breyta héraðskonar hlutum á sama tíma og félagar hans á listanum eru ennþá inn í borgarráði að framfylgja gömlustafninni. En þegar hann spurður eins og ok, og hvað það? Að þá byrjar hann bara að tala, þú veist, allt sem Dagur B. gerði var frábært og hérna í samkomulag bara, þetta frábært og ég vil bara fara þessa leið hinna. Kemur ljós, þetta allt gamla leiðin. Þannig að hann hefur ekkert náð að benda á hvað nákvæmlega það sem hann vill breyta annað en það hver á að vera með keðjunum hálsinn. En svo eru ennþá að koma líka upp átaka punktar sem virðast vera að hluta einhverjum innanúserjum. Þetta nýjasta dæmi með skíðlogandi kreditkort fráfarandi borgarstjóra, þetta ekki hluta af einhverju innri baráttu þarna? Já, fréttin kemur á RÚV og einhver staðar kviknar hún, ég veit ekki hvað ég ætla ekki að vera með hennar samsæriskenningar, en það ýmislegt samt sem maður hugsar. Ég skal bara koma með samsæriskenningar. Þessari frétt var vitaskuld plantað og það kom úr hennar eigin átt. Þannig að það voru fleiri miðlar sem að þeim var kunnugt Það sé frá hennar eigin flokki, ekki úr hennar átt. Já. Mun þetta hafa áhrif inn í kosningarna svona mál, svona skömmu fyrir kosningar, eða þetta púðurskott? Þegar að mál koma upp með svo skömmum fyrirvara, svona kosningabombur, þá yfirleitt geiga þær vegna þess að kjósendur eru sér alveg meðvitan að það getur verið eitthvað skrítið. Er þetta kosningabomba? Þetta ber flest þess merki. Það er náttúrulega, menn hafa spurninga störf hennar sem borgarstjóra og það er alveg réttmætt gagnrýni og hún hefur raunar verið fjarverandi þessa kosningabaráttu meira og minna þannig að hún hefur ekki verið að fá neina sérstakar spurningar en þarna kemur eitthvað bara þetta kallar á skýringar, það eyðir dýrmætum tíma fyrir samfélkingunni, en þetta eru spurningar sem samt sem áður verður að fá svör við. En maður sér það þegar við vorum að tala fylgið áðan, sem að sjálfstæðisflokkurinn er að sækja í sig veðrið. Ég hef aldrei verið að hugsa það, hvort að því að við höfum séð þennan meiri hluta sem að samfylkingin hefur verið burðarásin í fjölmörg kjörtímabil, að hann er alltaf endurreistur aftur og aftur og aftur og því hefur verið líkt nýtt varadekk undir bílinn. Hvort að við getum hort upp á núna á þessum lokaspretti verður forvillegt að sjá að fylgið fari að sækja svona á ákveðna póla, breytingar eða ekki breytingar eins og við sáum gerast í forsetakosningunum þegar að fólk sem að vildi ekki Katrínu Jakobsdóttur bara færði sig meira og minna allir á þann sem þeir töldu líklegastan til þess að koma í veg fyrir að hún yrði forseti. Að það gætu orðið áhrif sem að við getum séð á lokasprettinum að fólk sem að vilja breytingar, nú er Hildur stærst, að það fari að fylgja sér á baku hana til þess að reyna að tryggja það að það verði breytingar, en þess að þeir eru ekki vissir gagnvart öðrum flokkum, nema kannski þá miðflokknum, að hvort að þeir muni halla sér að samfylkingunni þegar talið verður upp úr kossunum eða ekki. Eitt af því sem eru auðvitað mjög óljóst, það er nýr oddviti Viðreisna, Björg Magnúsdóttir. Mun hún halla sér til hægri eða vinstri? Björn Bjarnason fyrir ráðherra gerir því skona að ég sennilega verði bara gamli, góði meirihluti Dags B. Eggertssonar bara endurreistur með fulltingi þeirra kosningalok? Já, hún skrifaði grein þar sem ég hugsaði með mér, já ok, hún er kannski halla sig meira að samfylkingunni. Degi síðar eða 2 dögum síðar þá kom hún með Facebook-færslu þar sem hún segir að bara hreint út að Pétur og Heiða verði ekki fyrsta dúið sem að hún vill tala við þegar tala verður upp úr kossunum. Og sparkaði hann sér duglega í samfylkinguna, þannig að ég held að setja aldrei óræðið stærð en ég hugsa að hún seti þau skilaboð fram með svo afgerandi hætti, hún er augljóslega að koma ykkur á framfæri. Það er einn fyrirverandi borgarstjóri sem tekur þátt í þessari kosningabaráttu, það er Einar Þorsteinsson, hann kom inn með gríðarlegum hvelli síðast, vann kosningasigur með 18% fylgi, verður borgarstjóri, lofaði breytingum, náði þeim ekki í gegn, það springum meirihlutin, hann hraklast frá völdum. Það er bara margt sem bendir til þess að hann sé á hraðri útleið. Já, það er reyndar síðasta könnun sem við séum bendir til þess að hann sé nú mögulega að En þetta vegur salt? Já, algjörlega. En það er líka, og ég velti því bara fyrir mér hvort að það sé kannski komið að kjósendum að ákvæða þessu svolítið, af því að við sitjum með það að þarna eru 11 framboð og það eru 23 sæti í boði.
Og við erum búin að lenda í núna aftur og aftur að það dreifist feikilega fylgið. Þannig að þarna inn eru flokka með 1 mann og kannski 2 sko. Og síðan eru einhverju 2 sem eru stærri en samt sem áður ekki nógu stóri til þess að geta einhvern veginn gert nákvæmlega það sem þeim sýnist og staðið við orð sem við kjósendur. Þarna held ég að kjósendur þurfi kannski að taka það upp hjá sér að fara að kjósa inn í blokk eða eitthvað svoleiðis. Ertu að kalla eftir fjórflokknum? Ég raun og veru, vegna þess að við erum bara að sjá hvernig hitt hefur gefist, bara ekki vel. Og þegar það er fólk sem að býður sig fram þarna, í raun og veru ekki til þess að ná völdum, heldur til þess bara að fá einhver hljóðnema til þess að geta látið ljósið skína. Við græðum ekki á því sem borgarbúar eða hvað annað. Og ég held að þarna verði eitthvað að gera. Ég tek undir þetta. Já, en það eru fleiri slægir. Kópavogur er einn. Það sem Ásdís Kristjánsdóttir er að verjast árásum frá Kristrúnu og það er svona að tala um erðaprinsinn Jónas Má Torfason sem að fer á móti henni, oddviti Samfylkingarinnar og sonur Ölmu Möller. Augljóslega slagur þar. Hvar verður mesta spennan? Ég held að það hljóta að vera mikið spenna einmitt í Kópavogi af því að Kristrún hefur lagt svo mikla áherslu á það þangað til að hún síðan fekk áhuga á ferðabyggð. En það er greinilega verið að skora svolítið á, ég meina Samfylkingin hefur bara verið svona í Kópavogi til þessa. Þarna eykur hún fylgið, og ég meina þetta er alveg fylgið sem hann er að fá í könnunum. En þar er hins vegar annað sem er rétt að horfa á. Að Kristrún er ljóslega að leggja sitt lóð á vogarskálarnar. Hún er náttúrulega fyrirferðarmikill stjórnmálamaður, einn vinsælasti stjórnmálamaður landsins og við höfum séð í könnunum að jafnvel þegar að mikið hefur bjátað á hjá Samfylkingunni í borginni, þá hefur hún samt sem áður ekki verið að hrynja neitt. Það er alveg örugglega einhverju liti bara fylgi sem Samfylkingin fær vegna Kristrúnar. Spurningin svo þegar að kjördegi kemur. Fer fólk og kýs hvern sem er og lokar augunum og ímyndar sér Kristrúnu eða hvað, mun það endast. Vegna þess að skoðanakönnunum er auðvitað að segja Samfylkingin, það er ekki Kristrún, gerir það. En þegar þú ert komin í kjörklefann og það er einhver Jónas Már sem að þú þekkir kannski eða kannski ekki eða þú kemur inn í Reykjavík og það er einhver Pétur Martonsson og þú veist nú ekki mikið en þú veist allt Heiðu og ert ekki viss. Þetta verður held ég mjög athyglisvert að sjá hvernig þetta framkallast. En ef þetta lukkast hjá Kristrúnu, þá er hún alltaf bara í virkilega fína málum sem Íslands fremsti stjórnmálamaður. Það verður mjög áhugavert í Kópavogi, það er sótt, nú sitjandi bæjarstjóri fyrir Sjálfstæðisflokkin, Ásdís Kristjánsdóttir, það er hart sótt að henni bæði frá Samfylkingunni og líka frá Miðflokknum. Samfylkingin segir að hún sé of mikið eins og Miðflokkurinn og Miðflokkurinn segir að hún sé of mikið eins og Samfylkingin. Það er vandlifað. Það er vandlifað. Já, veistu það, mér hefur sýnst að þessar árásir á Ásdísi, hún hafi ekki tapað þeim. Það hefur svona náð að skerpa umræðuna svolítið og hún hefur líka náð að sýna betur bara úr hverju hún er gerð. Hún alltaf er vinsæll bæjarstjóri og svona það gustar aðeins af henni og hún er ekkit hrædd við það að takast á svona málum. Mér hefur sýnst hún bara að gera það býsna vel. Ég sá að Steinunn Ólína lofsamaðan á Facebook. Já, það sá valinkunni hægri maður. Og Sólveig Anna Jónsdóttir hefur blandað sér í þessu umræðu líka, tekur hart á forsætisráðherrann fyrir gagnrýnina. Já, hún er ánægð með Kópavogsmódelið. Hún Sólveig Anna. Þetta er áhugaverðar átakalínur. Við munum fylgjast áfram með þessu, eins og þú segir, það eru oddvita kappræður og fleiri upptökur sem við erum að birta núna næstu dagana og við verðum þetta með puttan á púlsinum hérna alveg fram á kosningum. Oddvita kappræðurnar í Reykjavík verða svo hér hjá okkur á föstudaginn næsta, ekki rétt Andrés? Jú. Þá nú aldrei öllu til tjaldað. En við reyndar erum að reyna að koma til móts við kjósendur. Að því leit til að það verði ekki allir frambjóðendur hjá okkur í oddvita kappræðunum saman. Við tökum helminginn og síðan taka Andrea og Sólrún við restinni. Sólveig, Sóldís. Já.
Fleiri mál í pólitíkinu auðvitað, ég ætla að ræða hér á eftir við Pavel Bartoszek og Diljá Mist Einarsdóttur Evrópumálin og sérstaklega út frá starfi utanríkismálanefndar þingsins sem að í brennidepli núna. Hvernig sýnist ykkur þetta lít út? Andrés, þú skrifaði eina eða tvær fréttir að undanförnu þessi mál. Jú, sem sé, það var utanríkismálanefnd lagði fram gagnabeinir og upplýsingabeinir til bæði utanríkisráðherra og forsætisráðherra og utanríkisráðherra skilaði sínu fyrst. Það var bæði samskipta yfir það við hvaða utanríkisráðherra og framkvæmdastjórnarmenn í Evrópusambandinu og svo framvegis hún rætt við á hvaða tíma og hvað. Og sömuleiðis fylgdi talsvert af gögnum varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu fyrirhuguðu. Svo kom nokkrum dögum seinna frá Kristrúnu, það var reyndar bara þetta yfirlit yfir 14 fundi rétt, sem hún hefði átt og á þessu kjörtímabili, en ekkert meira og mjög stuttarlega frásagt. Það sem að blasir við sérstaklega af því sem að frá utanríkisráðherra kemur það að það var eiginlega bara varla búið að mynda ríkisstjórnina þegar hún var komin af stað. Eins og munið, hún var mynduð bara rétt fyrir jól 2024 og 13. Það er bara búið að halda einn ríkisstjórnarfund á þessu tíma, en á 13. Þá Þorgerður Katrín bara farin af stað, komin í símann og byrja að ræða við sína kollega út í heimi og sækja fundi og gera og græja að þetta sé allt saman að koma. Það sem þetta er kannski full ákaft hjá henni miðað við það var eftir þetta sem var rætt, að það ætti bara að spyrja þjóðina, það ætti ekki gera neitt meira, en hún var komin alveg á yfirsnúning. Svo gerist eitthvað núna í janúar síðasta að þá í staðinn fyrir að það er kjósa 2027 eins og alltaf hefur talað og maður sé reyndar örla á því að það kunni að vera kviknuð svo hugmynd strax þarna í vetrarbyrjun fyrir áramótasönsi. En hún ætla að vera að svara því áfram opinberlega spurð að hún sé að horfa á vorið 2027. Hún í byrjun, 8. janúar held ég að sé í frétt RÚV haft eftir henni að hún sé að horfa á vorið 2027? En hún aðeins þarna í vetrarbyrjun aðeins svona að byrja að svara því döflegar að það sé nákvæmlega það. En svo gerist eitthvað þarna í janúar virðist vera og þá segir hún að hún ætli einhvern að fara af stað fyrir með þetta. Það gerist aftur 7. janúar núna í ár. En viku síðar þá kemur endurskoðuð þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar og þá er ekki neitt það. Þannig að þar var greinilega einhver togstreita það hvað þetta gerast. En á sama tíma þá utanríkisráðherra að tala við kollega sinna út í heimi, leita stuðnings þeirra við einhverju sem við vitum þó ekki alveg nákvæmlega stuðning við hvað. Og sömuleiðis hún í miklum samskiptum við stækkunarstjóra Evrópusambandsins og utanríkisstjóra sambandsins, þar sem að hún bara að fara yfir stöðuna í íslenskum stjórnmálum og skoðanakannanir með afstöðuna til Evrópusambandsins og hvaða efnislegu þætti þau að fara í til þess að láta viðræður í gang og svo framvegis. Allt þetta áður en það búið að segja þjóðinni frá því að það eigi að leggja til þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þessum degi og svo framvegis. Og þetta held ég sé mjög erfitt fyrir utanríkisráðherra núna af því að hún náttúrulega svo áköf í þessu öllu saman. En hún þá best við þess fallin að vera að semja við Evrópusambandið þegar hún greinilega bara að haldandi hendurnar á þeim allan tíma? Í janúar, núna síðastliðnum, að þá, samkvæmt þessu samskipta yfirliti, að þá komast valkyrjurnar 3, ríkisstjórnar flokka leiðtogarnir, að einhverju samkomulagi það að flýta þessu ferli. Þá að þjóðaratkvæðagreiðslan verði í ágúst, eða það leyti að minnsta kosti, en ekki vorið 2027. Og þetta eitthvað sem hún byrjar að ræða strax í janúar síðastliðnum úti í Evrópu. Svo kemur í febrúar 23. ef ég man rétt í Politico frétt að þjóðaratkvæðagreiðslan verði í ágúst. Þá töluvert gengið á Þorgerði Katrínu með það hvort að þetta standi skoðun, hvort að það sé verið að flýta þessu ferli og hún segir bara nei, það eina sem að liggur fyrir það að sem stendur ríkisstjórnarsáttmálanum að það verði fyrir árslok 2027. En á sama tíma hún að segja annað úti í Evrópu og það eitthvað sem að það sem ég skil ekki af hverju. Af hverju ekki þá bara koma hreint í dyrana og segja við höfum ákveðið að flýta þessu.
hvers vegna máttu ekki segja það hér heima fyrir eins og hún gæti verið að segja úttala sig það í Evrópu. En lekindi Politico staðfesting á því að hún að skrafa þessa dagsetningu við kollegan úti. Já, þú veist, maður leiðir að því líkum. Miðað við það að dagana þarna á undan í febrúar hún að funda út á kvippin og kvappin og tala haustið 2026. Við sjáum ekki nákvæmar, það er svo stutt lýsing í þessari samskiptaskrá. Að maður hlýtur að leiða að því líkum að lekindi Politico og hann komin út frá þessum fundum sem hún að eiga út í Evrópu dagana á undan. Þetta mál ekki búið, muni þessi Evrópumál ekki fara á einhvers konar yfirsnúning bara leið og sveitarstjórnarkosningarnar eru að baki? Ég held að blasi við að þau munu gera það vegna þess að máli heitt núna og menn hamra járni þegar heitt ekki satt. En menn hafa ekki nema kannski 2 vikur eftir sveitarstjórnarkosningar, mögulega 3 ár, til þess að fjalla eitthvað af Evrópumáluna viti áður en að hér leggst allt í dvala og menn bara fara austur í bústaðin eða suður til Kanarí eða hvað það sem gera, stjórnmálamennir þeir láta sig hverfa og verða ekki til viðtals eða viðbragða og þá verða fjölmiðlarnir í raun og veru bara einir hituna að reyna að halda þeirri umræðu í gangi eftir sem undir. Þú fer ekki til sumarfrí? Ég fer ekki til sumarfrí. Við ferum ekki til sumarfrí. Ekki heldur. En síðan hugsa ég að það gerist nú bara eftir Vestlandamannahelgi eða eitthvað slíkt þegar að menn eru komnir í bæinn og búin að taka upp að þá fari þessi umræða aftur í gang. Það er að segja ef það lukkast hjá ríkisstjórninni að boða til kosninga á þessu tiltekna degi, það er nú ekki víst ennþá. Þeir þurfa að ná því gegnum þingið fyrir mánaðarlok. Já, og miðað við öll þessi vandræði og miðað við hvað utanríkisráðherra hefur, ég bara ekki unni máli vel eins og það að vera að gera afturreka af eigin stuðningsmönnum með spurninguna og svörin, hvort ekki hafi verið leiðandi. Það er ekki gott veganesti. Þannig að það gæti hugsast að það yrði bara mjög erfitt fyrir að ná þessari dagsetningu en ég held að menn verði nú ekkert verið settir þó að það yrði þá frekar kosið í september og október. Nei, en það er alltaf ástæða fyrir því að það er ekki verið að stilla þessu upp í september eða október sem að maður hugsa ætti ekki að breyta mjög miklu máli í stóra samhenginu. Þau vilja ekki fá umræðan inn í þingið. Já, ég held að það blasi við en líka það að maður heyrir hann að vera að tala að þetta muni taka kannski 18 mánuði, tímalínan Þorgerði Katrínu, utanríkisráðherra, tala það af samtali hennar við Evrópusambandið, embættismenn þar, að þá er hún svolítið bjartsýn á að þetta geti náðst á 18 mánuðum. Hún vill klára samningin áður en að þessu kjörtímabili lýkur. Vegna þess að þau get ekki treysta það, þau vilja ekki fara í gegnum fleiri þingkosningar af því að það þarf að fara í gegnum nokkrar ef hún ætlar að fresta því að ná Íslandi þarna inn í þessi samtök Evrópuþjóða. Þau eru í tímaþröng. Þau eru í tímaþröng með það og ég held að það spili þarna inn í hvers vegna þessu flýtt frá vori fram á haust en ágúst, september, þessi eini mánuður það held ég að sé frekar svona pólitísk taktík. Já, en það getur verið annað sem að spilar inn í, sem það að ef þingið að störfum þegar þessi umræða gís upp, takið til því að utanríkisráðherra hefur afskaplega einn í málunum. Pavel hefur, sem fyrir utanríkismálanefnd, flokksbárunar, hann hefur reyndar greinilega verið í góðu sambandi við hana og Sigmar þingflokksformaður þar svolítið inni að styðja við. Öðru leyti þá eru stjórnarliðar þeir forðast þessa umræðu. Kristján reyndi nú bara að forðast svona alfarið að bara vera ekki helst í þinghúsinu hvers getur sem að tala. En við sjáum það líka á öðrum ráðherrum ríkisstjórnarinnar og öðrum þingmönnum. Ég held að Ingvar Þóroddsson er kannski sá eini svona af óbreyttum þingmönnum sem hefur bara látið sig hafa það því að hann er eiginlega Evrópusinni og bara fer inn í málið. Það er ein spurning sem ég óska svara við í þessu samhengi. Þetta beinir til mín? Já, bara... Já, svaraðu nú. Ég ætlast til þess að þú svarar þessu. Þær segja hvort sem að þjóðin segir já eða nei, að þá verði niðurstaðan virt. Og þá velti ég fyrir mér, og þessu höfum við ekki fengið skýrt svar við ennþá. Ef að svar þjóðarinnar er nei, ætla þær þá að leggja fram fyrir þingið að þessar viðræður verði dregnar tilbaka fyrir fullt og allt með formlegri þinglegri meðferð og virða þar með neyið.
Eða á bara að láta þetta liggja svona laust þannig að þær geti nokkur mánuði síðan tekið upp boltan aftur og sagt, heyrðu, við ætlum að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu og halda áfram með þessar að það sé hægt að taka upp hennar þráð einhvern aftur. Ef að neyið á þýða jafn mikið á já, þá verður neyið að þýða nei. En Andrea, þetta er ennþá flóknara. Ég spurði Kristrúnu nákvæmlega þessu. Hvað þið fáið nei? Dragið þetta allir baka bara formulega fyrir fullt og fast. Og þá sett hún bara upp svona fræðimannsvipin og sagði, þetta er nú bara mjög athyglisverð spurning. Það er bara eins og það hefði ekki hugleitt þetta. Það hefði ekki velt í fyrir mér, sem athyglisvert, en það enn athyglisvert að ljósi þess að Kristrún kom síðan fyrir utanríkismálanefndin daginn og þá kemur ljós að meira segja sko jáið. Það er ekki á hreinu heldur vegna þess að við höfum alltaf verið að tala það að þetta veri í tveimur þrepum, það er að segja að þjóðin segir fyrst já við því að fara að tala og síðan þurfum við þjóðin að segja já við samningi þegar hann er fram komin til þess að þetta ná allt í gegn. En Kristrún, hún útskýrði það að það kemur kannski já við viðræðum og síðan verður farið að semja og síðan kemur aðildarsamningur, þá ætlar hún að kíkja í pakkan og ákveða hvort hún ætlar að leyfa þjóðinni að kjósa henni eða ekki. Þannig að þá er þetta orðið þriggjaþrepa. Ja, þannig að jáið þýðir ekki endilega þjóðin fá að vita meira. Þjóðin, sko það að fá já þýðir ekki endilega já og það að fá nei þýðir ekki endilega nei. Og það er nákvæmlega þetta sem að fenæðinendin er búin að vera að vara við. Að það þurfa að vera algjörlega kýrt hvað gerist. Að öllum megi vera ljóst hvaða áhrif atkvæðið er að hvort sem það já eða nei hafi. Það er annað sem ég hef orðið vör við í svona þessari orðræðu sem að kemur frá forsætisráðherra, hún hefur breyst. Þegar þær voru að kynna þessa þingsályktunartillögu til leiks, þá voru þær mjög fastar fyrir í því að hér væri bara spurning fyrir þjóðuna hvort að hún vildi vita meira, hvort hún vildi kíkja í pakkan. Og þessi atkvæðagreiðsla snerist ekki það hvort að við viljum fara inn í ESB eða ekki. Í þinginu, núna áður en það fór í hlé, þá hins vegar er Kristrún og hún segir það oftar en einu sinni. Af hverju erum við að ræða einhver tæknilega atrið þessa máls þegar að þetta snýst bara það hvort að við viljum fara inn í Evrópusambandið eða ekki? Af hverju erum við ekki að ræða það? Þannig þá er þetta allt í orðið farið að snúast það hvort við viljum fara inn í Evrópusambandið eða ekki. Sem ég fannst vera mjög athyglisverður viðsnúningur í hennar orðræðu vegna þess að hún segir ekki eitthvað óvart. Kristrún hún veit alveg hvað hún er að segja og hún hugsar, þetta er ekki eitthvað sem hún missir út úr sér. Þannig að hvað hefur gerst á baku tjöldin til þess að allt í einu er þetta farið að snúast það hvort við viljum ganga inn í Evrópusambandið eða ekki, það var mjög fróðlegt að vita. Já, það er samtidig svo merkilegt að það er engin einhvern veginn að tala fyrir málinu. Það er bara þetta er ekki í pakkan, bla bla. Ég þarf að koma að stað hérna. Við höfum ekki meiri tíma fyrir þessu umræðu. Við ætlum að ræða Evrópumálin hér eftir örskamastund við tvo þingmenn, Páll Bartósvík og Diljá Mist Einarsdóttur. Það lítur auðvitað að starfi utanríkismálanefndar þingsins. Andrea Sigurðardóttir, Andrés Magnússon, þakka kærlega fyrir, hlakka til að við ræðum með ykkur næstu viku að taka fyrir sveitarstjórnarkosningar. Já, sömuleiðis. Hinkrið við, þau eru hér handa við hornið, þingmennirnir tveir. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Peroni 0%. Alvöru ítalskt bragð. Skíavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs. Unikonta er öflugt bókhaldskerfi í skíinu. Einfalt í notkun og býður upp á endalausa möguleika. Unikonta.is. Heilskoðun hjá Intuens veitir ítarlegar upplýsingar stöðu líkamanns. Með segulómun er hægt að greina breytingar og frávik áður en einkenni koma fram. Með þessum upplýsingum getur þú tekið upplýstari ákvarðanir heilsuna þína. Kynntu þér málið á intuens.is. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus plug-in hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Við þökkum Andrési Magnúsinni og Andreu Sigurðardóttur fyrir þessa yfirferð sveitarstjórnarkosningarnar og aðrar fréttir vikunnar. Hingað eru hins vegar komnir góði gestir neðan úr Alþingi.
Það mikil umræða í gangi þessa dagana Evrópusambandið og mögulega Evrópusambandsaðild Íslands og þau eru á öndverðu meiði, Diljá Mist Einarsdóttir og Pavel Bartósek. Pavel auðvitað í Viðreisn og Diljá í Sjálfstæðisflokknum og Pavel leiðir utanríkismálanefndina og hún leyfi mér að segja, í eldlínunni þessa dagana. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk fyrir frá mig. Kannski til þess að bara setja eða draga upp línu eða mynda því hvernig staðan akkurat núna í þinginu. Hvað málið statt, Pavel? Málið bara statt í utanríkismálanefnd og utanríkismálanefnd hefur þetta fengið mikið af gestum. Við höfum pantað sérfræðileg bæði frá Hagfræðistofnun sem bara mjög fróðlegt og efni til þess að fara vel yfir, síðan lagastofnun varðandi mögulega stjórnarskrárbreytingar. Við höfum fengið leit eftir umsögnum frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem núna komin og bara góða þakkir til allra þeirra formanna sem þar störfu fyrir það. Við köllum til umsagnar frá Feneyjandinn meðal annars eftir áskorun frá formanni Sjálfstæðisflokksins. Það var bara mjög góð hugmynd og það var gert og nýttist okkur mjög vel. Það var haldið sameiginlegur fundur með stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og utanríkismálanefnd. Við höfum haldið 3 opna fundi með ráðherrum, 2 með utanríkisráðherra og 1 með forsætisráðherra sem ég hafa ekki áður gest að forsætisráðherra komið á opinn fund hjá utanríkismálanefnd. Þannig að þessi vinna hefur bara farið vel og nú að mínum að auðvitað komið að því að nefndin riti nefndarálit og afgreiði málið frá sér, en þetta þarf að klára þetta mál í þinginu fyrir 29. maí til þess að við getum haldið atkvæðagreiðslu hér 29. ágúst og þjóðin geti tekið ákvörðun þetta í haust. Og hvernig lítur þetta út í þinginu? Verður spurningin óbreytt eða eru menn að svona, svo ég tali gott mál, mingla með þetta? Nei, það náttúrulega kom ábendingar frá landskjörstjórn og landskjörstjórn mætti fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og nefndin að mínum mati var þetta mál ágætlega. Það var kallað til sérfræðingur Arnór Þór Stefánsson, lögmaður, meðal annars fyrir tilstilli að beiðni minnihlutans í nefndina sem stjórnarandstöðunnar og hann hefur opinberlega lagt til spurninga á að hefja ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og það er eina af þessum tillögum sem þá gerð, þessi meirihlutin sem gerir þá tillögu. Þannig að mér finnst ef maður leitar eftir umsagnar stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á spurningur og fleiri og hún kemur með tillögubreytingu þá það gert til þess að hlusta síðan á það. Þannig að mér finnst mjög miklar líkur á því að spurningun verði breytt í þá veru og þá erum við kannski aftengja þessa deilu það hvort að það séu formulega umsóknar ríki eða ekki og enda það kannski ekki aðalmál í þessu heldur einfallega hvort að stjórnvöld eigi að fá umboð til að standa í viðræðum við Evrópusambandið eða ekki. Og það verður þá spurningin sem þjóðin tekið afstöðu til með því að spyrja þá til dæmis á að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið. Því það óumdeilt að slíkar viðræður fóru fram, samt óumdeilt að telja að þeim hafi verið endanlega slítið ekki. Diljá, hver staðan á þessu máli í þinginu frá ykkar sjónarhóli séð? Já, ég myndi segja að út frá þessara vinnu sem hefur verið í gangi og ennþá í gangi í utanríkismálanefnd að nú þurfum við ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutin að fara að gera það upp við sig. Hvort það standi til að veita þjóðinni og þinginu eins miklar upplýsingar og mögulegt eða hvort markmiðið hreinlega að veita eins litlar upplýsingar og þau telja sig komast upp með. Því að við höfum verið í alveg ofboðslegum barningi fyrir nefndinni að kalla fram upplýsingar. Og það rétt sem að Pavel fer hér yfir að við höfum fengið til okkar fjölmarga gesti og við höfum fengið álit og fengið ýmsum spurningum svarað, en fjölmörgum spurningum ósvarað. Og síðan hefur ekki gefist kostur á því að fylgja eftir spurningum, ekki til þess að spyrja frekari spurninga og þá með vísan alltaf til þess að það sé svo mikil tímapressa. Og við vitum það er algjört forgangsmál hjá þessum meirihluta að ekki vinna þetta mál vel og krefja þetta merkjar og bera upplýsingar á borð fyrir þjóðina sem auðvitað að taka þessa ákvörðun. Heldur bara að standa einhverja fyrirframgefna tímalínu. Alveg sama hvað viðfangsefni við fáum í fangið, hvaða svör við fáum og svo framvegis. Þannig að það finnst manni ótrúlega miður að nú sjáum við fram á það að það sé verið að ljúka þessari vinnu að okkar mati án fullnægjandi umræðu, án þess að fjölmörgum spurningum sé svarað, að það standi út af gestakomur, það er búið að hafna beinum gestakomur, það er búið að hafna því að senda áfram upplýsingabeinir án þess að nokkur rök standi til þess, önnur en einhver svona geðþótti eða tilfinningamatt.
Og mér finnst það miður, mér finnst það skiptir máli, okkar vinna gengur auðvitað út af það að safna saman upplýsingum og deila þeim síðan með almenningi. Og við höfum meðal annars verið að fá þau svör frá stjórnvöldum, við höfum sendt upplýsingabeiðnir, meðal annars atvinnuvegaráðherra, utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Atvinnuvegaráðherra neitar að svara spurningum og það stendur ekki til að ganga eftir því. Og síðan hinir ráðherrarnir svara upplýsingabeiðnum okkar þannig að ýmist verið að undanskilja gögn eða verið að veita okkur aðgang að gögnum og upplýsingum sem við megum síðan ekki nota, megum ekki miðla til almennings. Og ég tel að út af það gangi vinnan okkar, að miðla upplýsingum til almennings. Hversu eðlis eru þau gögn? Af hverju má ekki miðla þeim á? Það meðal annars, það annars vegar verið að undanskilja mjög stóran hluta gagna með vísan til þess að það séu vinnugögn í ráðuneytinu, sem ótrúlega sérstak nálgun hjá utanríkisráðuneytinu sem hefur nú nýlega verið að einmitt afhenda vinnslugögn, skýrsludrög úr ráðuneytinu, en það var auðvitað gert í þeim tilgangi að koma pólitísku höggi á pólitískan andstæðing. Þá var hægt að afhenda gögn sem voru á vinnslustigi. Það er að vísa í skýrsluna sem Guðlaugur Þór Þórðarson lét vinna sem utanríkisráðherra. Akkurat, sem var afhent fréttamanni, þó hún væri á vinnslustigi, af því að með þeim skilaboðum að drögin væru afhent af því að þau taldust eiga erindi við almenning. En utanríkismálanefnd fær ekki slíkar upplýsingar, engar slíkar upplýsingar, af því að þær þá væntanlega eiga ekki erindi við almenning eða hvað. Og síðan fáum við engar frekar upplýsingar, við fáum bara svona útgefið yfirskrift yfir fundi sem hafa átt sér stað, við beðum svona heildstætt mála yfir mál sem að tengjast frekar samvinnu við Evrópusambandið. Við fáum bara tilbúið yfirlit frá utanríkisráðuneytinu sem er búið til fyrir þessa upplýsingabeiðni. Við fáum engar fundagerðir, engar punkta, engar einhliða frásagnir, ekkert slíkt. Ekki nema við undirgöngumst það að skoða þetta í einhverju leyniherbyggi, einhverju leynimarki og megum síðan ekki nota þær upplýsingar og miðlandi þjóðarinnar. Og til þess þetta leikurinn gerður. Þetta er dálítið önnur mynd sem að Diljá dregur upp, Pavel. Hvernig bregstu við þessu? Sko ég kannski segja til að byrja með að ég kannski bjóst ekki þó ég sé svona maður sem vinnur almennt að því að reyna að ná sem breiðustu sáttum hluti, þá játa ég það, í upphafi þessum árs þá hafði ég hóflega væntingar til þess að við myndum ná saman með þann hátt að allir myndu vera að telja að málið væri fullbúið til afgreiðslu. Það bara þannig að Diljá, og ég ber bara fulla virðingu fyrir því, þetta í flokki og margir aðrir sem eru á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið og eru þar á móti því að það séu stigin kannski skref í þá veru og ef það á að stíga þau þá markmið sjálfur sér að það taki sem lengstan tíma til þess að ríkisstjórnin fái sem minnstan tíma á þessu kjörtímabili til þess að vinna sínum málum. Mér langar reyndar bara aðeins að koma einu litlu að því að í tengslum við þetta var frétt í blaðinu ykkur á þriðjudaginn þess efnis að nefndin hafi hafnað beiðni samskipti við Evrópusambandið, samskipti Evrópusambandið íslensk stjórnvöld og viðhorf Evrópusambandins til þess hvað já í atkvæðagreiðslu myndi þýða. Það fyrrnefnda á við rökastyðjast, það síðarnefnda bara rangt og ég hef rætt það við blaðamenn ykkar og ég hef ekki séð neinlega leiðréttingu. Þetta ekki stærsta mál í heiminum, mér langar bara koma svo að. Það var vissulega hafnað upplýsingabeiðni til Evrópusambandsins en ekki, við höfum aldrei verið beðið um leit eftir viðhorfum Evrópusambandsins. En af hverju höfnuðu þessari beiðni ekki svona upplifunin svo að menn telji ykkar megin víglínunar að það þurfi bara að fá já eða nei og að ferlið í kjölfarið muni leiða fram upplýsingar og gögn fyrir almenning í landinu. Hinum með viljunum að segja menn við þurfum að fá fyllri mynd af því hvað þetta felur í sér og við höfum sannarsagna á Morgunblaðinu lent í dálítlum vandræðum með forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann í þessu efni. Þær vilja helst ekki svara með efnislegum hætti spurningum frá okkur. Ég held reyndar að það liggi nokkuð ljóst við hvað muni gerast ef að niðurstaða verður já, það verður bara haldið ríkjaráðstefna þar sem Ísland aftur tekið inn á lista yfir umsóknarríki og í kjölfarið farið fram viðræður sem geta vonandi staðið 18 mánuði til 2 ár og í kjölfarið verið til aðildarsamningu fyrir þjóðina. En mér langar samt bara að velta einu fyrir mér að því að hvar voru óskir fenefnd að opna fundi og allt þetta þegar Gunnar Bragi Sveinsson sendi eitt bréf til þess að ákveða að Ísland yrði ekki lengur umsóknaraðildarríkjum. Hvar voru kröfur það að lagastofnun kæmi til, hvar voru kröfur sérfálit, yfirlit yfir samskipt við Evrópusambandið. Mér finnst það lítið skrítið að það kemur að því að leyfa kjósendum í landinu að taka ákvörðun það
hvort við stígum þetta skref, þá þurfum við að skríða í gegnum alla heimsins hringi, en þegar það var tekin ákvörðun að draga tilbaka niðurstöðu þingsályktunar með einföldu bréfi til Evrópusambandsins, þá var utanríkismálanefnd ekki eins og höfðu meira á. Svo má Pöll bæta með því að benda annað verra. Þetta miklu verra. Þetta bara annað mál. Við erum að velta fyrir, þetta hlutur sem að gerðist fyrir áratug síðan. Já. Nú erum við í þessum aðstæðum núna og við erum að velta vöngum yfir því hvort að við höfum nægilega miklar upplýsingar. Þeir sem segjast vilja fara í Evrópusambandi segja við verðum að fara í þess aðildari viðræður því við vitum ekki hvað það felur í sér að gangi í Evrópusambandi, við vitum ekki hvað er í boði. En á það ekki einmitt líka við þessa ákvörðun sem við stöndum frammi fyrir í lok ágúst að það er mjög mikilvægt að svara spurningum til dæmis afstöðu Evrópusambandsins til þess hvað það fel í sér ef við segjum já í ágúst. Ég held reyndar að svo afstæða hafi nú komið fram ég meina í sameiginlegri yfirlýsingu sem var gefin út þess efnis að við líta á Ísland sem okkar aldur sem verður gild og góð sem þýðir þá við þurfum þá ekki að sækja aðild að nýju og þá geta bara aðildarviðræður hafist. Mér finnst það dálítið skýrt hvað það var það. Samt þarf ríkjaráðstefnuna. Já, ég held að það fari bara vel á því sko. En það er þá bara skýr tímalína sem hefur komið fram í upplýsingarbeiðnum sem hefur sendt til íslenska stjórnvalda og þessu hefur verið mjög vel svarað. En aftur, sko, ég meina kannski var eitthvað með hugmyndum að utanríkisráðherra spurja Evrópusambandið hvað því fyndist að vera samkvæmt aðild að því, það bara kom engin slík beiðni fram. Ég vil bara árétta að það gerðist aldrei sko. Ég veit ekki hvort ég heyrði þið rangt en var Pavel að lýsa því yfir hér að það ætti eftir að skrá okkur eftir þessum umsóknarríki. Ég get ekki betur séð heldur en að þegar ég fer yfir þetta samskipti yfirleitt að stjórnvöld hafi unnið því hörðum höndum að þessum blekkingaleik að við værum ennþá umsóknarríki að Evrópusambandinu. Eins og var allt í einu afstaða stækkunardeildar Evrópusambandsins eftir leynifundi sem ekki var greint frá hálfu utanríkisráðuneytisins þrátt fyrir að fréttatilkynning hefði verið gefin út fundi í Brussel. Þá var einn fundur undanskilinn sem var með stækkunarstjórunum. En mér langar aðeins til þó þetta sé örugglega óbúslega leðilegt að hlusta á þetta. Það langar mér samt að spyrja bara af hverju vill meirihluti nefndarinnar minni frekar en meiri upplýsingar. Ég reynilega skilja það ekki og mér finnst svo ósanngjarnt, mér er svo lélegt, mér er svo léleg pólitík að stilla þessu upp þannig að það sé þannig meirihluti nefndarinnar sem vilji ganga inn í Evrópusambandið og minnihluti sem vilji það ekki. Það bara liggur fyrir. En það liggur líka fyrir að við erum að fara í þessa risastóru þjóðaratkvæðagreiðslu sem varða framtíð landsins. Og þá er bara verkefnið okkar það að afla sem mestra upplýsinga og miðla þeim til almennings. Og ég skil hreinlega ekki þetta viðhorf. Ég skil ekki þegar við erum komin hérna á lokametrana samkvæmt fyrirfram ákveðinni tímalínu að sé verið að fella niður fund, að sé verið að hafna frekari gestakomum, að það sé verið að hafna upplýsingarbeinum, hafna því að spyrja Hagfræðistofnun 3 framhaldsspurninga, bara nei. Það var sendt út vörðskjal í mars og það skal standa. Og reyndar í apríl og ég reyndar vil bara taka Aftur í apríl. Já, ég vil reyndar taka fram að því að svo bara, ég sannfæri kannski ekki einhvern hluta ykkar áhorfenda, en það var samt þannig að 13. apríl þá var gefin út tímalína hvaða gestir myndu koma inn á fundin, það var gefin frestur til að bæta við, hvað komum margar óskir viðbóta gestakomur? Engin. Það var meira að þannig að það var gert ráðfyriráætlun fyrir aukafundi til að taka móti fleiri gestum, föstudaginn eftir sumardaginn fyrsta, aukafundur þar sem við gert ráð fyrir 6-8 tíma slotti til að taka viðbóta gestum, sáfundur var sannarlega felldur niður vegna þess að það kom engin ósk frá Sjálfstæðisflokknum eða stjórnarandstöðunum að taka viðbótar gesti á þessum tíma. Af hverju gerðu það ekki til fyrst að það orðið stórt mál fyrir ykkur núna að geta fengið fleiri gesti? Það lýsir þessu eins og einhverju starffræðiþraut sem þú ert bara búin að leysa og þá er bara svarið komið. Já, ég átta mig á því. Það er þannig. Ég átta mig því. Herðu Pavel, það gengur út á það að búa til eitthvað plan gesti, tikka síðan í bóksinn og bara klára málin. Nei, það gengur ekki út á það. Svo færðu gesti, það vakna einhverja frekari spurningar, einhverja frekari vangaveltur og þá viltu kafa dýpra ofan í eitthvað eða fá frekari gestakomur. Og ég ætla að nefna eitt dæmi. Hagfræðistofnun kom á fund nefndarinnar ekki fyrir í seinustu viku og í samtali við Hagfræðistofnun þá vöknuðu frekari spurningar og þær voru ekkert umfangsmiklar, við fengum bara ekki fullnægjandi svör, því var hreinlega svarað að það væri ekki til upplýsingar eða eitthvað slíkt og við óskum eftir því að það væri sendar 3 framhaldsspurningar. Svarið er nei. Hefðum við átt að kokka þessar spurningar upp
áður en við vorum búin að fá svörin frá Hagfræðistofnun, áður en þeir voru komnir á fund nefndarinnar 13. apríl. Þetta algjör fásinna. En er það ekki rétt metið, Pavel? Nú hef ég ekki setið í þingnefnd, en þetta hlýtur að vera lifandi ferli þar sem að spurningar vakna og hlutirnir gerjast. Ég ekki endilega sammála þetta verklag. Við svona byrjum bara einhvern tímann að sjá hvernig hlutirnir þróist. Nei, ég meina, það verður líka, það er líka hluti af vöndu verklagi að hafa eitthvað plan og reyna, standa við það. Ég meina, svo ég nefndi Hagfræðistofnun. Það var þannig að ég lagði til að við myndum leita til Hagfræðistofnunar. Ég lagði til 3 spurningar við Hagfræðistofnun. Minni hlutin komi á sama fundi 6 viðbótarspurningar. Ég ákvað að setjast niður með fulltrúum minnihlutans, búa eins til, kokka þessu saman, talaði sér við Hagfræðistofnun hvað væri raunhæft að svara á þessum skammatíma sem við höfðum. Úr urðu 8 spurningar sem voru sendar sameiginlega með atkvæði meirihlutans og Sjálfstæðisflokksins til Hagfræðistofnunar, svo brást Hagfræðistofnun við og svaraði þeim. Ef að Hagfræðistofnun svaraði ekki spurningu sem utanríkismálanefnd spurði ekki, þá er skrítið að koma núna og segja að það vantar fleiri svör. Við verðum að halda einhverju áhættun í hér. Hverjir eru gestirnir, þannig að áhorfendur áttu sig á því, sem að þið myndu núna vilja fá fyrir nefndina, en búið að banna ykkur ekki? Við höfum sérstaklega nefnt það Ernu Bjarnadóttur sem hefur nú mikið til málan að leggja. Hún var boðið fyrir nefndina, hún var með 2 umsagnir í málinu, annars vegar eina persónulega og hins vegar bara fyrir hönd félagasamtaka. Hún kom fyrir nefndina bara fyrir hönd félagasamtaka og það átti ekkert við alla sem að sendu svona 2 umsagnir. Það er annars vegar hún og síðan hins vegar Birgir Ármannsson sem skilaði umsögn nokkrum dögum eftir að rammi sem var gefinn til þess að skila umsögn barst. Þannig að það voru þetta er ekki langur listi af því að það er verið að líka stilla svo þannig upp að sé verið að tefja málið. Við höfðum tímaslott á þriðjudaginn, bara auðan tíma til þess að eyða. Við hefðum getað hitt þess að 2 aðila þá. Við hefðum getað komið okkur saman framhaldsspurningar og gefið skamman fresti þess. Þessu var einfaldlega öllu hafnað og fundunum var aflýst og ég spyr bara aftur, af hverju vill meirihlutinn minni frekar en meiri upplýsingar í þessu máli? Ég finnst þetta bara bera aðeins keima því sem hefur verið verklagið að og var svipað kannski þegar kemur að veiðigjöldunum að bíða með allar upplýsingarnar, beiðnir, alveg þangað til í lokin og segja síðan já það vantar fleiri það lá fyrir hverja við myndum bjóða á fundi nefndarinnar. Erna Bjarnadóttir henni var ekki búið því að hún kom sannarlega sem fulltrúi Heimssýnar og ef að þær 2 umsagnir eru bornar saman þá er svona mjög margt sem líkt með þeim. Þannig að Erna fékk langa tíma sem fulltrúi félagasamtaka að koma á fundnefndar og það var almennt ekki reglan að þeir sem sendu bæði umsókn í einu nafni og síðan sem félagasamtök væri boðið í hvort tveggja. Eina undantekning var því Ögmundur Jónasson en hann kom fyrir sem Heimssýn og líka sem ráðherra, hann var ráðherra í ríkisstjórn á þeim tíma sem þessu umsókn verið getið síðast, þannig að þótti nú mjög eðlilegt að það yrði gert. En eins og segi, það var vitað hverjum verið boðið. Ef að það hefði komið ósk, það var plan. Ef það hefði komið ósk, þarna í byrjun apríl, það er alla gestakomulega fyrir það yrði bætt að sjálfsög hefði orðið við því. En ég bara velta fyrir mér, var fólk sofandi þá? Það er ekki hægt að... þú sofandi á þessum fundum? Vaknaði engar frekar spurningar, engar frekari vangaveltur? Það er ekki þér að svaka mér, þetta er kannski þínum kjósendum sem búast væntanlega við að þú standi vakt í þessu máli, af hverju mjög skýr og ákveðin tími sem er gefinn til þess að bæta við gestum var ekki nýttur í að fá eina gesta komið viðbót, ekki eina. Pavel, ég er búin að fara yfir það hér að það gefið upp ákveðið plan og síðan vakna einhverju frekari spurningar eða vangaveltur eða augun eru rekin í það að einmannskja til dæmis bara boðið sem fulltrúi félagasamtaka og þú ert búin að eyða ekki bara mínum tíma eða tímanum að Stefáns eða tíma þeir sem eru að horfa í miklu meiri tími það að þrasa það hvort þú hefði getað boðið þessu með hinum eða ekki að senda ykkur spurningar heldur nokkuð tíma ef þú hefði bara orðið við þessum ótrúlega einföldum beiðnum og þetta bara ber svo mikinn keima því að það veri að reyna að þagga niður umræðu og það er engin vilji til þess að upplýsa þetta mál heldur bara að tikka einhver fyrirfram ákveðin box sem handbendi þessar ríkisstjórnar. En ein spurningi þessu nú, við skulum aðeins fara yfir það eftir núna hvaða ferli er framundan fram til 29. maí því að nú er tíminn skammur sannarlega og margt annað að vera í þinginu. En segjum að þetta verið samþykkt 29. maí. Þá eru þó 3 mánuðir til þess að upplýsa almenning. Það er ekki eins og að öll upplýsingagjöf eða upplýsingaveitan sé öll í gegnum þingnefndin og annað í þeim dúr. Er stór skaði skeður þó að þessu sé hleypt í gegn
menn fara að undirbúa atkvæðagreiðsluna og þið rísið þá undir þeim skildum sem að þið teljið að ykkur hvíla upplýsingagjöfuna til almennings bara áfram. Já, gott þú skuli nefna þetta. Í fyrsta lagi, þá hefur aldrei verið gefin fullnægjandi skýring á því af hverju liggur svona svakalega mikið á. Þegar og ef við samþykkjum málið 29. maí, að þá höfum við 12 mánuði til þess að halda síðan þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að það hefur aldrei gefist fullnægjandi skýring á því af hverju þessi af hverju þetta óbúslega mikið stress og en auðvitað rennur það aðeins í ljós fyrir manni þegar maður fer yfir samskipti við litur og maður sé hvað þetta er búið að vera í byggja lengi. Þetta er náttúrulega, já. Af hverju ekki bara 29. september? Prinsipið þarf kannski að vera að það er alltaf hægt að segja af hverju ekki viku síðar og svo af hverju ekki viku síðar eftir það. Þetta er á miðju sumri. Þetta er ekki á miðju sumri. Og það hafa borist athugasemdir við það, bæði fyrir landskjörstjórn og Feneyjanefndinni. En við spurðum reyndar landskjörstjórn hvort þau treysti sér þess að bæði halda atkvæðagreiðslu og að standa upplýsingagjöf á þessum tíma og svarið hvort tvekja er já. En það verður erfitt. Nei, þeim sem var fylgdu áskorunni. Og Feneyjanefndin líka, áskorun. Já, en hvoru þess aðalega gerir rauninni einhverjar meira átt að fyrir. En af hverju svona mikilvægt? Má ég reyna að svara af hverju mér finnst, ég get ekki sagt að, hálfu vika til og frá skiptir meginmáli í þessu. En grundvallarinn sem ég finnst skipta máli af hverju þetta farið fram fyrir seinna, að það er ríkisstjórn núna sem myndi þá fá umboð til að fara í þessa viðræður og mér finnst eðlilegt að hún fengi tíma til að láta þær hefjast og láta eitthvað koma í ljós sem skiptir máli. Ef við drögum þetta alveg undir lok kjörtímabils, þá er líklega fátt hægt að gera annað en að bara skalla saman ríkisstjórn, taka okkur á lista og þá kemur bara kosningar og þá kemur bara ný ríkisstjórn og hún getur haft einhver allt aðra skoðun á málinu. Það sem mig langar til að nefna, Páll, bara út frá því hvernig þetta blasir við mér sem fjölmiðlamanni. Nú er ég búin að vera að fara landið að ræða við fólk og sveitarstjórnarkosningar og það fer mikil orka í þau mál eðlilega. Við erum að fara að velja fólk til þess að stýra sveitarfélögunum hringinn í kringu landið. Því líkur núna 16. maí og þá er það ferli sem hefur staðið holt og bolt kannski 4-5 vikur eins og kosningabarátta fyrir sveitarstjórnarkosningar almennt gerir. Síðan kemur inn á sumarið og fólk er að fara erlendis, fólk er á fótboltamótum og sólarströnd eða hvað það er. Og síðan kemur atkvæðagreiðslan strax ofan í það. Þetta er ekki heppilegt upp á umræðun að geta haldið efnislegri umræðu málið gangandi. Hefði ekki verið heppilegra að gefa fólki tækifæri til þess að ljúka þessum sveitarstjórnarkosningum, klára sumarið og koma úr sumarleyfi og það er allir komin úr sumarleyfi, það er meira að minna flestir fólk er í sumarfríi og fólk er í sumarfríum, þetta ferli er í gangi fram til byrjun septembermánaðar. Þannig að ég bara spyrja, hver eru rökin fyrir því að gera þetta akkurat á þessum tímapunkti? Ég skil rökin að ríkisstjórnin þurfi að hafa góðan tíma og umboð til þess að það er mjög efnislega sterk röksemd, en hún er ekki sterk röksemdi fyrir að þetta þurfa að gerast í enda ágúst þegar menn er að kvenka sér undan því að það sé erfitt að halda uppi efnislegri umræðu málið. Rauninni held samt svona... Páll, Silfrið á RÚV er í sumarfríi. Þessi þáttur hér átt að vera í sumarfríi vegna þess að þessi þjóðmálaumræða, hún leggst af yfir sumarið. Ekki öll, ég held að eftir verslunarhelgina þá svona kikkar ýmislegt í gang. Hvað, hefur ekki verið á Íslandi síðust liðin sumur? Jú, ég hef verið á Íslandi og mér finnst við svolítið tala fyrst sem þingmenn að einhvern veginn það sé bara allt við blúsandi sumarfrí 29. ágúst. Þá er alltaf þessu menntaskólar byrjaðir, það er mjög gott, það er bara ekki verið tími, janúar vonlist tími fyrir kosningar, En ef þú ert að spyrja mig, hvort að prinsipið myndi brotna algjörlega, ef þessu er líka þetta viku, þá að sjálfsögur er það ekki þannig. Ég bara, leikurinn er bara skerður. Af hverju er þessi tímasetning valin? Hún er bara valin að því að við viljum hafa þetta fyrir heldur en seinna og mér finnst að mörguleiti líka, leið og það liggur fyrir áður en þing kemur saman. Utanríkismálanefndin hafa fullt að gera ef það kemur já. Skilju. Ef að það liggur fyrir ákvörðunin hvort að þjóðin hafi áhuga því að veita ríkisstjórn umboð til að fara aðildarviðræður eða ekki, þá stjórnar það dálítið mikið þingstörfun næsta haustþingi. Þannig að það eru allt önnur mál sem við þurfum að fara í ef við fáum já en ekki. Ef að niðurstaðan myndi koma í nóvember til að þá er orðið miklu minni tími til að bregðast við einhver hlutum. Þannig ég held að það sé bara þessi rök líka bara ágætt. Já, nú með kenningum þessa tímasetningu, hún er einmitt til þess fallin að það verði ekki mikil efnisleg umræða og á það er held ég ríkisstjórnin að treysta af því að bæði Feneyjanefndin og landskjörstjórn hafa gert athugasemdir og hafa áhyggjur þessari tímasetningu.
Pavel svarði því hér að vika eða 2 til eða frá eru ekkert stóra máli í þessu efnum, en það væri stóra máli hins vegar varðandi framkvæmd meðalans atkvæðagreiðslunnar, varðandi upplýsingagjöf og annað. Þannig mér finnst að blasa við að þetta sé einmitt til þess fallið að þagga niður þessu umræðu. Og mér langar að nefna eitt annað í þessu samhengi, varðandi tímasetninguna, þegar þú spurðir af hverju er ekki bara hægt að vinna í þessu eftir að þið samþykkju þetta. Ef við horfum líka á tímalínu hjá þinginu, hvernig þingi starfið, það er áætlað, mér langar að segja, það er eitthvað kringum meðan júní að sé áætlað að þingi ljúki störfum. Þingi verður síðan ekki að störfum á þessum tíma þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram. Það þýðir það að vakna upp spurningar hjá þjóðinni á þessum tíma þegar hún er að gera upp hug sinn, sem að gerist væntanlega, það einhverja vangaveltur komu upp, þá er engin vettvangur til þess að stjórnvöld siti fyrir svörum, að þau verði að koma og þingi og gera grein fyrir þessum málum. Ég veit ekki hvort það var hægt að leysa það þannig að þing kæmi þá hreinlega bara saman í ágúst. Pavel gerir væntanlega ekki athugasemdir við það væri kannski bara einhver lausn, það hefur nú fordæmi fyrir því að þing komi saman eftir Verslunarmannahelgi til þess að leysa ákveðin mál. Getur utanríkismálanefndin ekki haldið fund? Utanríkismálanefndin getur komið saman náttúrulega hvenær sem er, hún er þess eðlis og ég ætla ekki að taka afstöð til þess að kalla saman þingina, það náttúrulega bara auðvitað hægt að gera það bara með óskum ákveðins fjölda þingmanna, sko. Þannig að ef spurningin er þessi, sko, þá er það þetta ákveðin lausn, sko. En ef það vaknar stóra spurningar, segjum bara miðjan ágúst þegar það fer að styttast í atkvæðagreiðsluna, við erum líka með bara fjölmiðla og við erum með fyrst fleiri vettvang. Er þessi ríkisstjórn velur sér fjölmiðla til að tala við? Kemur til dæmis ekki hingað? Ég er nú bara hér og ég held ég sé nú nokkuð duglegur að mæta í flestu viðtöl og mun auðvitað bara vera fastur í fjölmiðlum allan ágúst. Þú ert til fyrirmyndar í þessu, en framganga utanríkisráðherrans og formannsins þíns er fyrir neðan allar hellur. Er til skammar? Nú herti halda þessu fram. Varðandi, sko, atkvæðagreiðslan ákveður að segja, það er einn lögbundinn frestur sem sagt varðandi tímasetningar í stjórnarskránni og það eru forsetakosningar, það eru settar á mitt sumar. Þannig að það er, sko, ef við einhvern veginn höldum við fram að mitt sumar sé vonlaus tími til þess að kjósa, þá hafa stofnfeður Íslands ákveðið að velja þann tíma sem eina tíman sem var svo góður að þeir ákveða að festa niður forsetakosningar þeim tíma. En tökum annað atriði sem varðar þingstörfin. 29. maí er lykildagssetning í þessu efni. Er einhver hætta við að þessu skoli til? Óttist þið einhvers konar málþóf eða eitthvað þrugl í stjórnarandstöðunni sem valdi því að þið verði gerð afturreka með þessa tímasetningu? Ég finnst kannski dálítið, ég veit ekki hvort ég geta mér til hvort fólk ætli sér að beita málþófi til þess að koma í veg fyrir að þjóðin geti tekið ákvörðun þennan dag. Ég meina það er kannski, ég ætla bara að sjá hvernig það verður þar að því kemur, sko. Ég myndi nú halda ekki, ég meina allar að jafna það þannig að þjóðaratkvæðagreiðsla er tæki sem nota þegar að stjórnmálamenn sjálfur get ekki tekið ákvörðun. Þannig að það er oft þannig, sko, ef menn eru búin að koma í algjöra þröng í þinginu, þá segja, ok, förum bara í þjóðaratkvæði. Nei, menn þetta aldrei. Hvað segirðu? Hvenær hefur það gerst? Það hefur oft komið til tals, ég meina síðast þegar við rættum til dæmis þetta mál sem var umsóknum aðildar og svona, Bókun 35? Þá komu þetta í bókun 35, hafa menn líka talað eftir þjóðaratkvæði. Þannig að þetta er þið endur nú ekki til þess. Menn hafa ekki gripið til þess. Menn hafa ekki gripið til þess, sko. En ég meina, fyrst Icesave var þetta niðurstaðar, fyrst það var umdeildin á þingi og endaði svo fyrir þjóðinni í tvígang. Ef ég má aðeins... En ég meina, ég læt ekki... Þingið afgreiddi það. Já, en það voru þingmenn sem lofuðu því að myndi strax fara inn í bakarbeggi og skrifa undir áskorun til forsetans til þess að senda málið. En það var forsetinn sem að vísa því. Ég átta mig á því. Ef ég má aðeins ræða þetta með framhald þingstarfanna. Þá er það auðvitað þannig að þegar það gengur illinni nefndum, þegar það gengur mikið á eins og hefur verið því miður í utanríkismálanefnd, það sem er meðal annars verið að fella niður fund, fyrirfram ákveðin fund utanríkismálanefndar sem hefði getið verið nýttur í vinnu, það á það til að smitast inn í þingsal. Það er yfirleitt bara lengir tíman og tegir ánum það sem að því að óánægjan fær þá grassari frekar en þingsal, það sem að þingmönnum gefst þá kostur á undir einhverjum liðum að ræða óánægju sín og fari við það sem út af stendur. Og varandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, þá er þjóðaratkvæðagreiðsla auðvitað ekki það lýðræðistæki sem henni er ætlað að vera ef að fólk hefur ekki nægilegar upplýsingar til þess að taka ákvörðun. Á það hefur landskjörstjórn og sérstaklega Feneyjanefndin lagt ríka áherslu að landsmenn þurfa að vera mjög vel upplýstir fyrir þessa atkvæðagreiðslu. Hvað finnst þér vanta í því efni? Ég meina, þau vilja bara við göngum í Evrópusambandið
og að spyrja, já eða nei, að taka viðræðurnar. Þið haldið fram að það blasi við að liggi í raun fyrir hvað það feli í sér að gangi í Evrópusambandið og hvað aðildarferli feli í sér. Er ekki búið að upplýsa fólk? Ég meina það meðal þess sem hefa því að Pavel fer yfir það að við höfum fengið ábendingar að breyta orðulegana. Það hefur farið mjög langur tími í það. Þannig að furðulega leiðangur ríkisstjórnarinnar að halda því fram að það sé einhverjar viðræður í gangi og hafa verið í gangi frá árinu 2009 eða hvernig sem það er. Ef að menn segja já. Og það er svo mikil... Það búið að leysa samt það mál. En það, veitu hvað er búið að leysa? Þetta er óbúslega mikil upplýsingaóreiði í þessu máli. Ef menn segja já í lok ágúst, þá verður farið aðildarviðræður. Ef menn segja nei, þá verður það ekki. En hvað þýðir það? Hvað þýðir það til dæmis? Þið fullirðið hvað það feli í sér að fara í aðildarviðræður. Þið teljið ykkur vita nákvæmlega. Og meiri hlutin fullirðir eitthvað allt annað. Meiri hlutin segir við þjóðina að þessi atkvæðagreiðsla snúist ekki aðild að Evrópusambandinu, heldur það að kíkja í pakkan, að fara einhvers konar könnarleiðangur. Þið eru ósammála því. Því sjónarmiði hefur verið komið rækilega á framfæri í fjölmiðlum annars staðar og í þinginu. Er ekki bara hreinlegast að menn gangi núna til þessar atkvæðagreiðslu og þið gefið þá þjóðin eða meirihlutunum í þinginu færa á að leggja þessa spurningu fyrir fólk? Hreinlegast væri að þær upplýsingar væru veittar sem við höfum óskað eftir, meðal annars samskipti íslenskara ráðamanna við ESB. Við höfum bara fengið og maður fær bara hrollveg að lesa maður fær yfirleitt frá utanríkisráðuneytinu yfir 50 fundi og samskipti við evrópska ráðamenn og embættismenn í Evrópusambandinu. Og þetta er vel að merkja, hreinskrifa yfirleitt. Þetta er eitthvað sem er búið til í utanríkisráðuneytinu. Maður velti fyrir sig hvernig þetta lítur út þessar upplýsingar sem verið að leyna, sem verið að halda frá okkur. Það væri auðvitað hreinlegast að við fengjum þessar upplýsingar sem verið að óska eftir, þannig að við gætum sýnt fram á það. Hvað hefði þegar átt sér stað og hvað tæki síðan við. Og meðal annars, það er nú upplýsingar sem að standa út af og það er nú bara ágætt að heyra það hvernig sú vinna gengur, að við erum óska eftir fundagerðum og minnisblöðum frá tíð síðustu ríkisstjórnar og samningaviðræðna Jóhannestjórnarinnar sem var í þessari sömu vegferð. Meðal annars aðlögunarstyrkina, af því að þessi ríkisstjórn hefur til dæmis haldið því fram að það verið ekkert skref stigið í aðild að Evrópusambandinu í ferlinu. Og þá höfum við verið að benda á það að í síðustu aðildarviðræðum hafi verið veittir 8 milljarðar til íslenska stjórnvalda til aðlögunar að Evrópusambandinu. Það hefur verið fátt um svör. Það blasir við, Pavel, að þegar að jáið kemur í lok ágúst, þá byrjar íslenska stjórnkerfið að laga sig að Evrópusambandið. Evrópusambandið lýsir aðildarferlinu almennt með nákvæmlega þeim hætti. En mér langar ekki að taka fram að því að það er ekki kosið aðild að Evrópusambandið, það er kosið viðræður. Fenanefndin er ótrúlega skýr í þessu ef það lesað álit. Það blasir við. Að við höfum alls ekki láta í veðri vaka að sé vera kjósum aðild. Þetta eru viðræður aðild að Evrópusambandið. Aðild að viðræður. Það er alveg ljóst að það var eitt af því sem kom fram. Ég tek bara undir þetta, Pavel, mér finnst hitt vera orðhengisháttur. Það er að segja að auðvitað snýst þetta viðræðurnar. Og við vitum að við þurfum að fara í stjórnarskrárbreytingar til þess að geta orðið aðilar að Evrópusambandinu. En þú hlýtur að viðurkenna að þegar að þetta fer í gangi í lok ágúst, segir þjóðin já, að þá byrjar stjórnkerfið að laga sig að stofnunum Evrópusambandsins. Evrópusambandið lýsir því sjálft yfir hvernig þetta gengur fyrir sig og við höfum þá reynslu frá 2009-13. Já, og það líka þá reynslu að í einhverjum hlutum var það ekki bara landbúnað, þannig þá var sameinuðu skilningur að það yrði ekki ráðist í að koma hér upp einhverju kerfi til að greiða út styrki og laga það allt saman að kerfi nema að við tækjum síðan endalega ákvörðun að ganga í Evrópusambandið. En á öðrum sviðum byrja menn að laga sig að... Já, en við erum að laga okkur að regluverki Evrópusambandsins alla daga í gegnum meðsamningin. Já, en það kemur fram í svari utanríkisráðuneytisins að hluti af verkefninu í aðildarviðræðunum er að þýða 50.000 síður yfir íslensku. Það er ekki gert bara til þess að prófarkarlesa íslenska texta. Það er vantarlega vegna þess að menn eru með því að laga kerfið. Og ég skal segja strax, og ef okkur bjóða styrkir til þess að gera það, þá munum við þykja þá. Það er bara alveg klárt. Það er engin ástæða til þess að láta þessa viðræður sem eru metnar á kannski 1-2 milljarðar í kostnaði, að ef við fáum eitthvað mótframlag frá hinum samningsaðalunum Evrópusambandinu, þá verður það þegið. Svo finnst mér dálítið... En býtum við bara, er það ekki hluti af sjálfsvirðingu okkar í aðildarviðræðum með Evrópusambandið
að við berum bara þann kostnað sjálf? Nei, ég myndi segja að ef við getum gert... það er engin... Kristrún Frostadóttir segist að selja Ísland dýrt í slíkum viðræðum. Er ekki eðlilegt að menn standa á eigin fótum? Er sé ekki að þykja fjármuni frá mótaðalanum í samningunum? Það finnst mér ekki. Mér finnst ef að og það verður þá bara að deila það, ef að fólk finnst rosalega mikilvægt að við sjálf borgum fyrir þýðingakostnað en við þykjum ekki styrki til þess, þá bara verður það að vera skoðun. Þetta var umdeilt síðast vegna þess að ríkisstjórnin var þverklofin 2009-13, það var bara einn stjórnarflokkur sem var alveg á móti því og þau ráðuneyti vildi ekki taka við fjármunum. Ég held að það er alltaf mín afstaða að ef við fáum já, þá og við bjóðast einhverjir styrkir til að lækka kostnað íslenska ríkisins við þetta ferli, þá sjálfsögðu munum við þykja þá. En mér finnst dálítið að því að við fengum ítarlegar spurningar frá Hagfræðistofnun og við erum mjög mikið að ræða formið og fólk vitur það ræða formið. Men það er líka nauðsynlegt, finnst mér í þessu til þetta ræða bara vaxtakostnað heimilanna. Ég meina, það kemur fram í skýrslu Hagfræðistofnun. Það er önnur umræða. Já, en ég finnst samt að vera einhvern veginn partur þeirra umræðu. En sko, ég er ósammála því að það snúist formið, hvort að, og ég held að almenningur þurfa að vita að hversu miklu leyti við byrjum að laga okkur að kerfi sem við vitum ekki hvort að við ætlum að verða hluti af vegna þess að þeir sem ég verð að fara hringinn í kringum landið núna eins og ég myndist á að tala við fólk sem að velta þessu fyrir sér, fólk sem í pólitíkin innanlands og fólki sem á móti því að við förum inn í Evrópusambandið en til í að kíkja í pakkan eins og þið orðið það svo smekklega. Það fólk hefur eðlilega áhyggjur af því hvort að ákvörðunin í ágúst feli í sér að menn fara að breyta Íslandi í aðildarríki vegna þess að það sem að þetta fólk hefur áhyggjur af er að kerfið sem Evrópusambandið hefur byggt upp sé orðin dragbítur til dæmis á hagvöxt. Að því að Evrópa er að dragast aftur úr í samanburði við Bandaríkin og Asíu og annað og það er umræða sem við þekkjum og dragskýrslan og annað. Eins og segir, mörgu þessu er velt upp og svarað í spurningum. Þannig að þegar þið segir, þetta er bara spurningum já eða nei og hvort við förum í aðildarviðræður, svo kemur bara í ljós hvort að við förum í Evrópusambandið ekki. En ef við förum í aðildarviðræðurnar og síðan verður það borið undir þjóðina, að þá erum við að einhverju leyti komin inn í Evrópusambandið eða búin að gera okkur að aðildarríki án þess að þjóðin hafi kveðið upp það endanlega, hvort að við séum að fara það niður ekki. Ég held að það hljóta vera tekin sama afstæði þessu máli og síðast að það verði ekki gera neina meiri háttar breytingar á íslensku stjórnkerfi sem eru ofta kræfar þegar áður en við göngum inn og stærstu málaflokkarnir sem standa út af að því að við erum og við vitum það, við erum, ég ætla ekki að deila prósentur, við erum í mjög stórum hluta að taka upp íslenskt evrópsregluverk gegnum EES-samning. 20%? Já, veist, ef þú horfir á þá kafla sem við opnum og lokum samdagust, þá var það meiri en þriðjungur, þannig að ekkert að því... Þetta eru bara upplýsingar frá utanríkisráðuneytinu? Já, þetta eru upplýsingar sem voru var kokkað upp vissulega á sinni. Kokkað upp af utanríkisráðuneytinu? Já, en veist, þetta er aftur... Þetta draga það í efa? Ég að draga í efa talan 11-13% sýnir raunhæfa mynd að því að hver stórum hluta Ísland hefur undirgengist evrópskt regluverk. Þannig að margt sem talað eru minni háttar ákvarðanir styrki til íþróttafélaga. Það er munur á þriðjungi og 13%. Já, það er manna bestu þetta fólk. En ég að segja að mjög stórum hluta erum við, ég meina, við opnum og lokum fullt af köflum, allt sem snýr að fjármálamarkaði sama dag meira og minna síðast vegna þess að þetta regluverk er bara þegar komið. Það er landbúnaður og sjávarútvegurinn, gjaldmiðlinn, tollamálin og síðan einhver önnur þannig mál sem standa út af hagtölu upplýsingar. Í landbúnaður finnst mér skýrt að við eigum ekki að fara í það að setja upp einhverjar stofnar, setja upp einhver regluverk og koma einhverju kerfi til að greiða út styrki til bænda eftir nýju fyrirkomulagi áður en þjóðin samþykkir aðildarsamning. Mér finnst það alveg skýrt. Í sjávarútvegi svipað. En það voru námið þeir kaplar sem voru ekki opnaði seinast af því að það var svo mikil tregða hér heima við að aðlagast Evrópusambandinu. Það var það sem þetta strandi á þá og einhver hluta vegna þá lýsa ráðherrarnir því núna og ríkisstjórnin, stjórnarmeirihlutin að þetta verði ekkert mál núna. Og þá auðvitað renna mann tvær grímur, hvort það sé kannski meiri vilji núna til aðlögunar. Og ég hef gert við það verulega athugasemdir og vísa bara til þingsályktunar til utanríkisráðherra að þar sé hreinlega óskað eftir bara opnu umboði, galopnu umboði, hún kemur bara fram hress og skemmtilega og komið með mér hennar leiðangur og við ætlum að kíkja í pakkan eins og þetta sé eitthvað léttvægt mál. Ég hef viljað setja þessu umboði mjög þröngar skorður og það hefur ekki verið ríkur vilji til þess í utanríkismálanefnd. Hreinlega að því ég treysti ekki þessar ríkisstjórn hvar af 2 samstarfsflokkar hafa þá yfirlýstu stefnu að gangi í Evrópusambandið
á nokkura fyrirvara. Ég treysti þeim ekki til að fara í viðræður við Evrópusambandið með galopið umboð. Við höfum séð það á þessum stuttatíma sem að þessi ríkisstjórn hefur starfað, að hún hefur verið að þétta mjög raðirnar og stíga ýmis skref til þess að nálgast Evrópusambandið, meðal annars á sviði sjávarútvegs, á sviði varnarmála, án þess að þingið kæmi með neinum hætti að því. Og ég ætla að fullyrða það að ef að þessi sömu einstaklingar fá galopið umboð frá þjóðinni til þess að fara í viðræðu við Evrópusambandið, þá verða stigin stór og afdrifarík skref í átt að inngöngu Evrópusambandinu í þessu ferli án þess að hvorki þjóð eða þing fá það vita. Er það ekki alvarlegt mál, Pavel? Það var birt könnun í Viðskiptablaðinu fyrir skemmstu sem sýnir að það er ótrúlega stór hluti þjóðarinnar sem að treystir ekki utanríkisráðherranum til að halda á hagsmunum Íslands í viðræðum með þessu tagi. Ég veit ekki hvort ég að tjá mig einhverjar svona kannanir, sko. Ég meina, í grunninn... Er það ekki áhyggjuefni? Já, ég held að það sé þetta... Þarf ekki þjóðin að hafa fullvissu fyrir því að þeir sem að fari fyrir okkar hönd að þessu samningaborði, hvort sem þeir þykja styrki til vextis eða ekki frá mótalanum, að þeir haldi þétt á okkar hagsmunum. En ég náttúrulega ræði ekki hverju niðurstaða könnunar sem Viðskiptablaðið gerir. Eina sem ég get gert í mínu hlutverki og umboði sem formaður utanríkismálanefndar. Ég er að spyrja hvort það skipti ekki máli að fólk geti borið traust til þeirra sem að fara fyrir okkar hönd. Algjörlega, og það sem ég get gert í mínu hlutverki og þingið er bara að skrifa álit og veita ríkisstjórninni mjög sterka leiðsögn. Varðandi það hver er okkar samningsmarkmið, hver er okkar rauðu línur, hver er okkar áherslur þessum viðræðum. Það var gert síðast að einhverju leyti og ég hef alltaf nálgast að mér finnst að það ætti líka að liggja fyrir þessar upplýsingar þegar þjóðin tekur sér ákvörðun í haust. Það verður mjög gaman að fylgjast með þessu. Ég hlakka til að fylgjast með ykkur í þinginu, leysa úr þessu máli og vonandi verður komin endalega lausn í það hver sem hún verður 29. maí. Við verðum hér á vaktinni að ræða þessi mál í þaula fram til 29. ágúst eða lengur ef þörf krefur. Og ég þarf að fá ykkur aftur á svæði, meðal annars til að ræða gjaldmiðilinn og vextina og allt þetta, því að það er síðan hinn hlutin eða hinn hliðin á þessum peningum. Og hækkun vöruverðs, annars? Já, ég meina, Hagfræðistofnun segir að bara lækkun matarverðs verður 25-30% og Ísland neysluverðs getur lækkað 3% bara út af því. Ekki byrja. Við skulum byrja. Við getum það ekki. Kliftu bara og byrja bara aftur. Við byrtum bara seinni hluta þáttarins í næstu viku. En ég ætla að kalla ykkur aftur á svæðið, Diljá Mist og Pavel. Gangi ykkur vel í eitthvað mikilvæga störfum. Alltaf ánægja. Takk. Við erum hins vegar hætt í dag. Þetta hefur verið ágættur þáttur og þegar ég vona á öðrum þætti, kannski ekki með þessum sömu viðmældum í næstu vikum, það kemur í ljós. Ég ætla að benda ykkur á bókina sem við erum að taka fyrir núna í maímánuði. Við vorum með viðburði í gær á vinnustofu Kjarvals þar sem að Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor emeritus, ræddi frelsið eftir John Stuart Mill, frábær fundur og fullt hús. Nú er það bók eftir fyrrverandi forseta Íslands, Guðna T. Jóhannesson. Þetta er bók sem nefnist Stund milli stríða og fjallar sögu landhelgismálsins á árunum 1961-71. Það er ekki öll sagan en mjög áhugaverður hluti hennar og þetta er bók sem á erindi við okkur, ekki síst þegar við erum að ræða hagsmuni og hagsmunagæslu Íslands á alþjóðavettvangi. Góða stundir.